Það 1-0 sigur á móti Kórdrengjum. Hversu sætt þetta? Þetta bara geggjað sko. Geggjaður leikur að horfa á. Þó hafði ekki endilega verið mikið færi en bara því mikill leikur en bara geggjað að vinna. Mikil svona baráttinn á vellinum eins og segir, ekki mikið færi. Hvað var svona lykillinn að þessu sigri? Bara fyrst og fremst voru þéttir varnarlega. Gáum færi á okkur. Þeir eru náttúrulega með gæja leikmenn og það var bara spurning um að loka á leiðir sem þeir vilja fara í og það tókst bara mjög vel. Þú átti svona sjálfur líka ágætisleik aftast. Hvernig fannst það, þú talar um þetta að vera skemmtilegur. Ertu ánægð með þína frammistu? Já, ég bara nokkuð sáttur sko. Ég er það svona yfirleitt allavega svona í sumar. Þetta er búið að ganga ágætlega og dagur er engin undantekning held ég. Þetta var bara vill leikur hjá mér og geggjuð liðsframmistaða. Vestrið tapar þetta, Kórdrengjir tapar náttúrulega á móti ykkur, þeir eru komin í góða stöðu upp á framhaldi. Já, en þú veist, þetta er fljótt að gerast. Við erum ekki 6 leikir eftir eða eitthvað og það er fullt eftir þessu móti. Þetta er hvergi nálægt þegar við komnir upp eða það er bara fullur fókus á bara næsta leik sem er ekki hugmynd, en ég er alltaf ekki með. Já, ertu komin í bann? Ég er komin í bann. Hvernig var að sjá Sító skora þetta mark? Já, ég vissi ekki svona, ég myndi ekkert eftir ykkur að skora, en það var bara frábær tilfinning og svona smá ró fannst mér, en fannst ég svona að droppa full aftarlega svona í restina sem kannski skiljanlegt, en við gerðum það bara vel og stóðumst þungan sem þeir voru með á okkur í lokin og þetta er bara, ég veit ekki neða, það var ljúft að heyra flautið í lokin, það var geggjuð tilfinning. Hvernig sástu atvigi þegar að Davíð Þór meiðist? Ég man ekki hvað, það var langur bolti aukaspyrna eða hvað það var og þeir fara bara, Dóri og Davíð fara bara upp í bolta. Ég sá svo sem ekkert almennilega hvor Dóri kýlar hann eða fer svo í hausinn á honum og eina sem ég pældi var bara Davíð þarna því hann var bara sofnaður í loftinu sko. Bara fyrst það sem ég ger er bara að tjekka á tungu og velta hann á hliðina og þú veist, bara óhefnilegt, mjög óhefnilegt atvik en bara vonandi er hann bara heill heilsu sko. Var það bara svona sjálfgefið að fara bara beint í þessar aðgerðir? Já, þetta er einhvern veginn, maður hefur séð ofta einhvern veginn svona moment og þetta er náttúrulega grafalegt þegar það er svona haus og maðurinn hann var alveg átt og allir hefði gert þetta og bara, þetta er svona natúral viðbrögð einhvern veginn. Takk fyrir, gangi vel. Takk fyrir það.